Gallin til hamingju. Takk. Hvernig var að keppa við allt svona fullt af fullorðnu fólki og vinna? Ha? Það var bara gaman. Það er ekki. Og þú fengið lánaðan hestin hjá mamma og pappa? Já. Og hvernig er hann Gustur? Gustur er bara mjög góður hestur. Já. Ég get ekkert sagt meira að hann sé bara besti hestur í heimi. Besti hestur í heiminum og finnst þið gaman að keppa? Já. Og ætlar að keppa áfram? Já, ég ætla það. Og hvað ætlar að gera þegar þú verður stór? Ég ætla að vera hestakona. Alveg ákveðin í því? Já. Ha? Herri til hamingju. Takk fyrir. Góð strákur. Það ekki gefa smá nammi? Ég er ekki með mig komin. Stóð sér vel maður. Ha? Mjög. Takk fyrir, takk fyrir. Það er töltið og rétt þar á eftir er Anna Björk. Takk. Æsispennandi. Heldur á byggandanum Já. Svo þurfum við að taka hérna fram og tilbaka fyrir okkur og svo 50 svona velvæg. Við munum hefja tilgang úrslitin eftir
10 mínútur, cirka, 10 mínútur. Þið getur verið að heldur betur lukkulega í dag. Herri, já, þetta er Fjölskyldan. bara rosa gaman, sko. Hvernig á að fagna í kvöld? Við bara fagnum hérna með að hættu Tomma Já. í hestamiðstöðinni. Já. Og hvernig er það? Hvernig er það? Það er þetta bara að njóta lífsins og hafa gaman af. Já. Njóta hverja stundar. Nákvæmlega. Hvað þetta er hann Helgi. Þetta er hann Helgi. Þetta er drjúgur hestur, er hann ekki búinn að vera í slagtómatakti Herri, jú, hann er svona bara allt múlíkt, sko. Já. Nákvæmlega. Já, þannig að nú er Snorri bara hann hestlaus, nei. Já. Kvenþjóðin búinn að yfirtaka hesthúsið. Já. Það hlýtur að bara finna sér eitthvað annað. Já, það er alltaf eitthvað í svona siktinu, sko. Já, nákvæmlega. Hann hefði bara innlega til hamingju Takk kærlega. og bara skemmt ykkur vel kvöld. Já, takk fyrir. Jæja, Andrés Pétur, hvernig hefur gengið? Alveg frábælega vel bara. Já. Gríðarleg stemning, góð þáttaka og svo er náttúrulega veðrið ekki að spilla fyrir. Nei. Það er alveg ljóst að Tómas vakir yfir okkur. Já, heldur að sé að skemmta sér. Hann er alveg klárlega að gera það. Já. Sjá til þess að það var allt vel fram. Já. Hvernig myndirðu lýsa honum? Tómas var náttúrulega bara snillingur. Já. Og eins og allir vita á hestum og náttúrubarn í hestum en fyrst og fremst var hann bara svo góð og opin og skemmtileg manneskja og vildi allt fyrir alla að gera. Það gat allir leita til Tómasar. Ungi sem aldnir, eða vantaði hest, eða vantaði aðstoð, vantaði ráðgjöf, var alltaf tilbúin að gera allt fyrir alla. Það er nú svona... Og það er það sem þetta mót snýst svolítið um. Já, svolítið um það. Það er allir að gefa vinnu sína og við erum að safna peningum og ætlum að stofna svona sjóð til að styðja við ung fólk og þú veist, ef einhver langar á hóla og kannski hefur ekki fjölskyldi eða þann stuðning eða eitthvað slíkt, þá getur við borgað fyrir námsgjöldin eða skilur, þú veist, aðstoð ung fólk, útvöðin þjálfara, gert svona eitthvað fyrir það. Það verður svona stofnað formlega eftir helgi einhver stjórn í kringum þetta. Já, kringum þetta félag. Halda nafni hans á lofti og halda mótum vonandi bara ókvæmna tíð, vonandi er þetta bara komið til að vera og allavega einu svona ári. Já, þetta er bara frábært framtak hjá okkur og bara innilega til hamingju. Já, takk fyrir það. Ég bara þakka öllum sem hafa komið á mótin og stutt okkur bæði með þeim fyrirtækjum og öllum þeim sjálfboðaliðum sem hafa verið hérna. Takk fyrir það kærlega. Því ég kom til skila. Takk fyrir.